Það var hérna sigur á móti KA, hvernig fannst þér að horfa á þetta? Þetta er alltaf bara KA með gott lið, þannig að bara mjög erfið leikur og mér finnst við bara vera professional. Hefðum þetta getað klárað leikinn fyrir en bara mikilvægt að ná í 3 stig. Já, þú kemur inn á í síðasta leik og skorar og ekkert vilja klára þetta fyrir ykkur hérna bara í dag? Jú, þetta verður fínt að fá mínútur en það er þjálfari sem sér skipta ykkur annað, þannig að ég verð bara sjá þess að ég verð klár þegar ég fæ kalli. Já, segðu mér aðeins, þú ert búinn að ganga í gegnum ýmislegt meiðslin og þessa sýkingu, getur þú farið yfir það? Já, sem stuttum máli þá náttúrulega fór ég 2 aðgerðir á ökklum í haust eftir tímabili og svo var ég í rauninni bara planað að ég myndi ná mér fyrir prísísoni. En þá lendi ég smá óhappi að fá blóðsýkingu í ökklum. Þá líklegast hafi bara verið með eitthvað blöður í tánni sem maður farið í gegnum það. En ég er ekki alveg viss hvernig ég fékk það, en það var bara eitthvað mjög mikið óhapp og tafði mig svolítið. En maður er búinn að ná sér alveg 100% núna, þannig að bara geggjað að vera komið tilbaka aftur á völlinn. Hvernig var að díla við þetta? Þetta var bara challenge. Partið bara horfði í rauninu bara á þetta sem meiðsli. Til að byrja með var þetta svolítið scary, maður vissi ekki mikið hvað var að gerast og bara taka þetta svolítið dag fyrir degi. En sem betur fer hefum við búin að jafna sig mjög hratt og vel á þessu, þannig að þetta er bara allt að koma. Já, Dóri talaði að þú væri kannski búinn með svona 3 æfingar núna undanfarið. Kannski aðeins meira það, ég er búinn að vera að æfa núna í einhverjar 3 vikur á fullu með liðinu, þannig að maður er bara að koma sér í takt og svo þannig að það var að byggja þetta upp með mínútum og bara tengja æfingar. Svo getum við vonandi farið að ná fleiri mínútum búin að það. Það á góðum stað í dag? Já, ég myndi að segja það. Allavega meðan við komum var fyrir stuttu, þá var maður alveg bara mjög þakklátur og bara líst mjög vel á það. Takk hérlega fyrir, gangið vel. Takk.